Ég segi fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur nummer 3448 og annar fundur ársins og fyrir fundinu liggja 6 mál á dagskrá og fyrsta mál dagskrá er heiti sveitafélagsins umræða breytingu 2018 og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á Íslandi voru kaupstaðarréttindi innleidd þegar einokunarverslunin var lögð niður árið 1786 en þá fengu 6 staðir kaupstaðarréttindi á Íslandi, þar með talið Akureyri. En vegna ýmsa erfiðleika næsta ár var vöxtur þessara kaupstaða hægari en við mátti búast og féllu kaupstaðarréttindi þeirra allra annar en Reykjavíkur niður árið 1836. Næstu áratugi börðust margir þessara staða fyrir endurheimt kaupstaðarréttinda og fleiri staðir fengu slík réttindi. Kaupstaðarréttindi voru veitt með sérlögum frá Alþingi og nutu kaupstaðir þess að vera sérstakt lögsagnar aðgreint frá sýslunni. Með nýjum sveitarstjórnarlögum árið 1986 gátu bæir orðið kaupstaðir að uppfylltum vissum skilyrðum svo ekki þurfti nein sérstök lög til. Með lögum framkvæmdavald í héraði árið 1989 voru sýslurnar síðan felldar niður sem sérstakt stjórnsýslustig og í rauninni eftir það var engin munur á stjórnsýslu sveitarfélaga eftir því hvort þau teldust vera kaupstaðir, kauptún, bæir eða hreppur. Frá þessu tíma má segja að heiti stjórnsýslunar á Akureyri hafi smá saman bæði í orðu og borði breyst úr heitinu Akureyrar kaupstaður í Akureyrar bær. Án þess þó að þessi formlega samþykkt ætti sér stað í samþykktum bæjarins. Það má nefna til dæmis að Akureyrar bær er skráður sem Akureyrar bær hjá sambandinu, samband íslenskra sveitafélaga. Það er nefnt slíkt á heimasíðu Akureyrar bæjar og meira að segja örnefnanefnd hversu kaldhæðnislegt sem það kann nú að hljóma tekur dæmi bæjarheitið hjá Akureyrar bæ sem enn í öllum samþykktum heitir þó Akureyrar kaupstaður. Það hefur því skapast ákveðin hefð og almenn notkun á þessu opinbera stjórnsýslu heiti stjórnsýslunar sem er sameiginleg fyrir íbúa á Akureyri og Hrísey og í Grímsey. Akureyrarbær er í rauninni orðin Akureyrarbær á þess að því hafi formlega verið breytt og kannski eru við á ákveðnum lokapunkti í þeirri vegferð að það sé formlega heitið. En hvers vegna skipta nafn? Það er í rauninni aðalega til þess að í til dæmis bókun reikninga þá hefur skapað svona óþarfa ruglingur þegar sumir leita undir heitinu Akureyrar kaupstaður og aðrir undir Akureyrar bær sem hefur í rauninni óþarfa sóa bæði tíma og peningum og í rauninni kannski bara svolítið óþarfi og sóun. En þetta mál var rætt í bæjaráði og það hafi rættir ýmsir fletir og skoða meginreglur örnefnanefndar og eftir töluverðar umræður hvort að málið ætti að fara í íbúakosningu eða hvort að það væri ykkur aðrir valmöguleikar sem að við ættum að kanna, valmöguleikar á borðið hvort að komið væri tíma á Akureyri yrði borg eða hvort hún ætti að vera sveitafélag, halda í gamla heitið af því að það sé svona ákveðin virðing og sagnfræði fólkin í Akureyrar kaupstaðar heitinu. Þá var málið tekið fyrir í bæjaráði og var samhljóða lagt til að heiti sveitafélagsins yrði breytt úr Akureyrar kaupstaður í Akureyrar bæ á þessum forsendum og var málinu vísað til umræðu og afgreiðslu bæjarstjórnar. Við höfum heyrt aðeins dálitla umræðu þetta mál, það eru nokkrir sem hafa nefnt að þeir vilja halda Akureyrar kaupstaðar nafninu, það sé virðulegt. Margir hafa rætt að hvort að sveitafélagi geti ekki einfallega bara kallast Akureyri, það heitir Akureyri og er bara Akureyri. En þar kemur fram megin regla frá örnefnanefnd að sveitafélag skuli bera eftirliði sem er annarkvort hreppur, byggð, bær eða borg. Og það er til dæmis ekki nefnt svo megin regla að nota orðið kaupstaður og síðan Akureyri virðist ekki vera valkostur meðan við megin sjónarmið örnefnanefndar. En staðurinn heitir enga síður auðvitað bara Akureyri. Það er Akureyri og Hrísey heitir Hrísey og Grímsey heitir Grímsey. Þetta er í rauninni aðalega verið að tala heiti opinberu stjórnsýslunar, hvaðan það kemur. En þetta er sem sagt liggur hérna fyrir að við ræðum þetta mál og hvort það sé komin tími til þess að breyta þessu, til þess að koma í veg fyrir rugling og sóun og það er auðvitað örugglega hægt að hafa ýmsar skoðanir á því
En virðist vera að ef að við til dæmis værum að sækja núna að Akureyri héti kaupstaður, að þá myndi örnefnanefnd ekki mæla með því út frá megin sjónarmiðum sínum, þar sem formt heiti á úreltu stjórnsýslustigi að ræða. En sem að ég held að sé ágætt að við ræðum aðeins þessa samhljóða tillögu bæjarráðs og förum í það að velta í fyrir okkur hvort það sé komin tíma að klára þetta og einbeita sér að öðrum hlutum. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta var samþykkt samhljóða í bæjarráði síðastliðinn fimmtudag, eins og nokkuð oft tekið fram hérna rétt áðan hjá fyrir ræðumanni. Það hins vegar þannig að við höfum oft rætt það hérna á Akureyri og hérna í bæjarstjórn hvort það veri ekki ástæða til að halda stundum íbúakosningar hin ýmsu mál. Það hins vegar hefur ekki verið gert og yfirleitt þegar slík tillaga kemur upp þá eru fundnar allskyns athugasemdir setti fram þröskuldar eða hindranir sem komi vekk fyrir að menn láta af því verða. Því og þar sem við vorum í sjálfu sér bara á fundi með okkar fólki í gær þá kom það upp að það væri kannski ástæða til að halda íbúakosningu um þetta mál og ég get alveg tekið undir það þó að ég sjálfur sé hlynntur því að Akureyrar kaupstaður verði Akureyrar bær. Þá það bara aukaatriði í þessu máli því að ég hér í umboði mína umbjóðenda og ég sé enga ástæðu til annars en að endurskoða mína afstöðu þá bara til þess hvort við afgreiðum þetta hér eða förum við í íbúakosningu og velta bara þeim möguleika upp. Þess vegna leggjum við bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og bæjarfulltrúa Miðflokksins fram eftirfarandi tillögu og þá þetta hugsað þannig að hér farið fram íbúakosning. Akureyrarbær með íbúagátt sem hefur lítið sem ekkert verið kynnt fyrir íbúum bæjarins og þar sem mikil umræða hefur skapast undanfarna vikur breytt heiti Akureyrar kaupstaðar og sitt sýnis hverjum tillaga okkar að gefa íbúum sjálfum kost á því íbúakosningu á íbúagáttinni að velja nafn. Við teljum þetta mál vera kjörið tilefni til þess að kynna íbúagáttina, auka rafræna stjórnsýslu og íbúalýðræði. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara mjög áhugavert mál og það gott að fólk út í bæ hefur skoðanir á hlutum stórum sem smáum og við ættum að gera meira af því og við ætlum að gera meira af því að ráðgast við íbúa. Mér finnst þetta í sjálfu sér ekki slæm hugmynd að setja svona í íbúakosningu þá nú svo sem ekkert bæjarfulltrúi Gunnar fór ekkert yfir það undir hvaða formerkjum það væri eða hverju valkostirnir yrðu vegna þess að kosningar eru alltaf á milli ákveðna valkosta en ég ger ráð fyrir að þar yrði kosið á milli heitana Akureyrar kaupstaður og Akureyrar bær og einmitt í sjálfu sér mjög svona skýrir afmarkaðir tveir valkostir alveg ídeal mál má segja til þess að fara með í kosningu. Nema fyrir utan það að það í raun og veru búið að taka þessa ákvörðun. Það búið að það búið að setja heitið Akureyrar bær og nota það, búið að setja fram og nota það markvisst á öllu kynningarefni bæjarins í áratugi jafnvel. Og það svo mikilvægt ef maður ætlar að fara að leyfa íbúum að hafa aðgang að ákvörðunartökunni að það sé gert á réttum tíma, að það svo mikilvægt að það sé ekki gert þegar það búið að taka ákvörðunina. Ég tek nú heilshugar undir það að það þarf að kynna íbúagáttina betur og
og einhvern tíman fyrr í ferlinu hefði þetta mál örugglega verið mjög vel til þess falli. Ég alveg sannfærð að við getum fundið alveg ofsalega mörg mál sem eru svona nógu einföld til þess að, þú veist, vera kannski meira svona spurning tilfinningu og smekk fyrir þessu eða hinu til þess að fara í svona jafn einfalt íbúalýðræði og kosning vegna þess að það svona einfaldasta dæmið íbúalýðræði. Nú eru við með starfandi hóp og erum að leiða á Samband íslenskra sveitarfélaga verkefni í íbúalýðræði sem miklu flóknara, sem snýst akkurat það að gefa íbúum kost að hafa raunveruleg áhrif á fyrri stigum ákvarðanatökunnar. Það verður miklu flóknara og miklu meira ferli og það ætlum að vanda gríðarlega vel og hugsa mjög vel og finna góð verkefni til þess að fara með það. En bara undir þessu formerkjum að það í raun og veru löngu búið að taka þessa ákvörðun. Ég get alveg sagt fyrir mig að það getur verið spennandi að fara í einhvers konar, því að það nú líka stundu þannig að við erum fulltrúar, má segja kjósenda okkar eða bæjarbúa eða hvernig sem við lítum á það. Og stundum heldum að bara allir séu, bara til í þetta eða til í hitt eða eitthvað, og svo kemur bara í ljós að það kannski það ekki. Og ég hef þetta velt fyrir mér eftir að þessi umræða kom upp að hvort að við erum sem að sátum í bæjarráði og samþykktum þetta bara heils hugar, hvort að við erum bara alveg í tómu rugli og kannski eru bara 75% íbúa sem vilja bara að þetta heiti Akureyrar kaupstaður og það væri auðvitað áhugavert að fá það fram og það auðvitað þannig að ákveðið hlutfall íbúa getur farið fram á kosningu ef það stemming fyrir því. En við auðvitað stöndum fram fyrir því að vera með þetta mál til afgreiðslu núna og höfum auðvitað alltaf möguleikana á að fresta því, þannig ég velti fyrir mér hvort að við ættum að fara í og nota íbúagáttina til þess að fara í einhvers konar skoðanakönnun, en ég myndi þess að segja að það væri þá undir þeim formerkjum að ef það kæmi í ljós að stór hluti Akureyringa, ekki bara stór hluti þeirra sem að taki þátt í kosningunum, að þeim finnst skoðanakönnun og kosning, þetta ekki það sama í mínum huga, en íbúakosningar hafa alltaf verið notaðar bara sem skoðanakannanir, þær hafa aldrei verið bindandi og þá jafnvel kannski undir einhverju formerkjum að náu svona mikið þáttaka eða svona mikil atkvæðamunur þá séum bindandi. Og það finnst mér ofsalega leiðilegt vegna þess að þeir sem leggja það á sig að koma og loka sín ákveðin vef að koma einhvern stað eða gera eitthvað til þess að hafa áhrif. Þeir eru þetta bara að hafa áhrif óháð því hvort einhver annar gerir það eða gerir það ekki, bara eins og í venjulegum kosningum. Þannig að mér finnst þetta þessar íbúakosningar eins og þær hafa verið stundar svona óttalegt prump, svo ég segi þann bara. En undir formerkjunum skoðanakönnun og með þá svona þeim fyrirvara að kæmi í ljós að það væri meiri hluti og íbúa Akureyrar sem að vildi halda í gamla nafni, þá væri ég persónulega algjörlega tilbúin til að endurskoða þetta bara og segja já, ok, við vorum bara í ruglinu. Þannig að þess vegna ég ekki með á þessu, þó mér finnst þetta ekkert svona, það má alveg útfæra þetta þannig að við getum haft gagn og gaman af. Þetta er þetta kannski líka einhver leyti hefur fólk gaman að því að taka þátt og viðra skoðanir sínar og vill það kannski bara í gegnum þessa íbúagátt þá sem að væri alveg frábært að kynna betur. En hér hafið þið það, ég hef enga sérstaka skoðun á málinu. Ertu með tillögu eða? Nei, nefnilega ekki. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er skemmtileg umræða og gaman að fá taka þátt í henni. Ég fikk ekki tækifæri til þess að ég sit ekki í bæjarráði, þannig að mér finnst bara mjög gaman að fá að hlusta hérna og sérstaklega á bæjarfulltrúa Sóley Björk sem er mjög vel að sér í þessum málum og ég hlakka til að heyra í henni, en ég er sjálf búin að vera svolítið á báðum áttum með þetta mál, því að eins og kom fram hérna í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gísla, þá erum við þetta hér sem fulltrúar íbúa og okkur ber að hlusta á þá. Það að við séum á vissu skoðun, það er eitt og þá bara spurningin okkar hlutverk að taka ákvörðun þetta eða ekki.
Ákvörðun hefur verið tekin í bæjarráði og vísað hingað til umræðu og ég eftir að hafa hugsað þetta mikið, þá get ég tekið undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar varðandi það að skoða það hvort við getum frestað þessu máli og gert skoðanakönnun. Hlustað á vilja bæjarbúa, það þarf ekki að vera flókið, við getum kynnt íbúagáttina eins og við komum fram hérna áður í leiðinni. Auki íbúalýðræði, það er þessi hópur sé í gangi og sé að kynna vinnu sem verður flókið ferli og færi dýpra og örugglega með betri og markvissari hætti inn í íbúalýðræði. Þá þurfum við líka að vera óhrædd við að byrja einhvers staðar. Mér finnst þetta kannski bara kjöru tækifæri til þess og ég sé tækifæri til dæmis inn í grunnskólana og inn í leikskólana þar sem við erum að kynna Akureyrar kaupstaðið, Akureyrar bæ eftir því hvað verður valið og sögu bæjarins og jafnvel getum við fengið þau til að taka þátt í skuggakosningum og taka þátt í þessu líka þannig að við getum verið með heljarinnar kynningu á bænum og sögu bæjarins í leiðinni. Því að þegar ég var sem kennari þá var ég með kennsluaðferð þar sem að krakkarnir voru með kjörklefa inn í skólastofunni og fengu að taka kursu hinn stóru og smáu mál. Það var virkilega gaman að fá að sjá hvað þau eru skynsum og hvað þau höfðu gaman að þessu. Þannig að ég get heils og tekið undir tillögu bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar. Ef hún setur það fram formulega þá get ég alveg tekið undir það. En takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir hefði ég bara talið, við ættum að klára þetta, en ef að það er, vissulega, ég tek undir, mér finnst gott að hlusta á þig Sóli, að ef að það kæmi í ljós sem að ég einhvern veginn hafi allavega ekki tilfinningu fyrir að mikill meirihluti myndi vilja halda Akureyrar kaupstaða nafninu, þá finnst mér allt í lagi að útfæra það með einhverjum hætti en ég myndi frekar kjósa heldur en að við myndum fara fram með tillögu núna með hvaða hætti frekar að þá myndum við fresta afgreiðslu og koma okkur saman einhverja leið þá eða skoðanakönnun eða einhverja aðra leið og líka kostnaðar metana þá og meta hvort að það sé raunverulegur vilji til þess að fara einhverja aðrar leiðir. Þannig að ég myndi kannski þá, kannski með við ykkar afstöðu en allavega fyrirfram þá hefði ég gefið mér bara að klára málið og flækjað ekki frekar. En ef að það er vilji og raunveruleg tilfinning fyrir því að bæjarbúar séu með skiptaskoðanir á þessu máli, þá myndi ég frekar leggja til að við myndum fresta afgreiðslu málsins og velta fyrir okkur þeim valmöguleikum sem eru til að ná því við þorfi fram með einhverjum hætti, kostnaðarmeta og setja það síðan aftur á dagskrá. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta verður kannski fyrsta skipti sem ég nýti með það að geta að tala 4 sinnum hverjum lið. Það verður þá ágætt, en ég setti nú bara þessa hugmynd fram til þess að ég vildi nú líka heyra hvað svona fólki þætti hana og ég heyri að það eru svona undirtektir og þannig að ég er bara tilbúin til að setja tillöguna fram formlega og legg þá til að málinu verði frestað og undirbúin verði skoðanakönnun og vettvangi íbúagáttar Akureyrar vefjar. Undir þeim, á þeim forsendum að sé það skýr vilji meirihluta íbúa Akureyrar. Þegar mér finnst mjög skýrt að það sé ekki bara þá þeir sem að trilla sig inn á gáttinu og taka þátt, heldur sé það þá svona, já allavega vilji meirihluta íbúa að breyta ekki nafninu, eða sem sagt breyta, að við þá endurskoðum í ljósi þess. Af því ég held að eins og við töluðum með mána að það er einhverjir ábyggilega áratugi síðan að byrja að nota heitnafnið en hefur ekki verið gert formlega, þá er þetta ekki spurning afgreiðslu í dag eða á morgun, heldur getum við fresta málinu þangað til við erum búin að skoða það betur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og byrjaði bara að senda hana rafrænt. Og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér líst bara vel á þessa tillögu Sóleyjar, við svo sem rættum það hér saman fyrir fundin og við sjálfstæðismenn og ég held að Hlynur sé það líka, höfum alveg verið boðin og búin að breyta þessu í skoðanakönnun. Þannig bara mér líst mjög vel á það, bara að sú leið sé farin að
fá kannski framvilja íbúa og ekki síst að kynna íbúagáttina því að eins og ég hef sagt hérna áður, mér finnst mikil synd að við séum þessa íbúagátt og það veit örugglega ekki sko 1/3 íbúa hérna á Akureyri af henni. Þannig að mér finnst þetta kjörin leið og mér finnst þetta frábær hugmynd sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom með hérna áðan að gera meira úr þessu, fyrst rifja upp sögu bæjarins og fá börnin með í þessa vegferð. Þannig að ég held einmitt að þetta sé einmitt kjörið mál í svona fyrsta mál í þessari íbúa lýðræðis þróun hjá okkur. En skoðanakönnun er bara góð hugmynd og góð lending, ég mun samþykkja það. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki málsins, næsttektu máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg fallist á það að við gerum skoðanakönnun í þessu máli en hins vegar finnst mér eðlilegt þó að íbúakosningar séu frumstæðasta gerð íbúasamráðs, þá finnst mér eðlilegt að við förum að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að sinna svona íbúakosningu vegna þess að þó þær séu frumstæðar þá eru það gagnlegar og ég held að það bara séu hluta því lýðræði sem við erum að byggja hérna upp. Að vera stundum með íbúakosningar þar sem fólk svona fær að hafa bein áhrif á stjórn bæjarins og í raun og veru taka þá afstöðu til mála. Og ég held að það væri bara full ástæða til þess að við farum að velta því fyrir okkur hvort það væri ekki einhver mál sem við getum lagt inn í slíkt verkefni. Í alvöru talað. Því að mér finnst alltaf eins og það hrökkvi allir í baklás þegar farið er að tala þessu mál. Með séu semst hræddir við þetta form lýðræðis sem ég bara skil ekki. En ég mun styðja þessa tillögu með skoðanakönnuna í sjálfu sér þá breytir það ekki öllu máli. Takk. Kannski að skerpa að draga eitthvað tillögu tilbaka eða? Veltaðu mér? Já. Okay. Þá er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu og ég ætla aðeins að biðja varaforseta að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er bara fín umræða og einmitt við verðum að velta fyrir okkur hvernig væri best að höndla svona mál eða hvort og hvaða mál getum við sett í íbúakosningu eða skoðanakönnun og svo framvegis. Það er starfandi hópur þar sem bæjarfulltrúi Sóley Björk og Guðmundur Baldvin sitja í fyrir okkar hönd sem er að starfa eða er að vinna að einhverju svona íbúa lýðræðisverkefni og hefur fengið til þess styrk upp á 5 milljónir. Þannig að ég vænti þess nú að þetta sé meðal annars í skoðun, þú veist hvað með gera og hvernig er best að fara í svona verkefni. Og ég get tekið undir með bæjarfulltrúi Gunnar Gíslasyni að þú veist að er svona einfalt eins og kosningar þó að sé frumstætt og allt það, að þá ættum við að reyna að finna eitthvað mál sem við gætum sett í íbúakosningu bara til þess að líka aðeins að prófa þetta ferli og hvað fáum við út í og svo framvegis og þú veist og það er einhver ákveðin fjöldi íbúa sem þarf að vera með að móti að taka þátt og þú veist bara svona þjálfa okkur aðeins í þessum verkferlum að ég held að meðan við gerum ekki neitt þá þjálfumst við aldrei og komst ekki að því í hverju við erum bara góð og í hverju ekki. Þannig að ég segi fyrir mína parta, ég var svona á því að náttúrulega tók þátt í að samþykkja þetta náttúrulega í bæjarráði og var á því að þú veist að þetta væri kannski ekki mál til þess að setja í íbúakosningu en ég get tekið undir einhver slags skoðanakönnun og með styðja það. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá er orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var nú að komið fram að þessi ágæta samþykkt okkar í bæjarráði, hún var ekki gerð á síðasta heldur vikuna þar áður, þannig að við nú hafa þarna rúma viku til þess að hugsa þetta mál. Og þar var þetta samþykkt samhljóða af okkur bæjarráðsmönnum og þar sitja allir oddvitar
meirhlutans og það var engin umræð þetta mál og ég svo sem átti nú ekki vona á því annað en þetta myndi ganga frekar rólega fyrir sig í gegn og það hefur nú svo sem verið í mínu baklandi þannig að menn hafa fundist þetta að vera eitthvað sem að væri bara að ganga frá vegna þess að í hugum fólks Akureyrarbær. Það áttu þessum fæstir á að Akureyrarbær héti Akureyrarkaupstaður, sérstaklega yngra fólk. Það líka rétt að við höfum verið með íbúalýðræðishóp hérna sem við Sóley hefur settið í og Sóley hefur haft forgöngu vinnu á vettvangi með sambandinu í þessum málum og mjög spennandi og akkurat það sem að hún hefur verið að leggja mikla áherslu að við séum ekki að fara með í kosningar bara til þess að fara með í kosningar eða við séum að beita okkur rétt í íbúalýðræði. Ég veit ekki svo sem hverju það breytir að lýsa því hér yfir að við séum tilbúin að fara í skoðanakönnun eða kosningu. Ég held að það sé sömu, við verðum eiginlega gildi það sama fyrir okkur að ef við fyrir í kosningu eða skoðanakönnun að ef að vilji meirihluta íbúa með Akureyrarkaupstað, hvernig ætlum við þurfum að setja einhverja reglu þetta. Við höfum heldur ekki, við afgreiddum þetta svona í bæjarráði á sínu tíma, þetta ekki í starfsáætlun, þetta ekki í fjárhagsáætlun, við vitum ekki hvað það kostar okkur, þannig að það hefur ekkert verið skoðað. Ég reikna nú með að skoðanakönnunin geti verið einfald, þetta náttúrulega íbúagáttunni til staðar og það var svo sem talaði í starfsáætlun að gera einhver örkönnun á íbúagáttunni til að kynna hana og þetta geti verið eitt af því sem að hann geti verið en svo velti maður líka verið sér hvaða afleiðingar hefði það ef að meirihluti bæjarbúa vildi halda sig við Akureyrarkaupstað, hvað í rauninni það myndi hafi í för með sér. Við höfum í öllu okkar brefsefnum og öðru slíkt nota orðið Akureyrarbær, það fyrst og fremst bara einhverju samningu sem menn hafa nota orðið Akureyrarkaupstaður. Þetta fallegt orð Akureyrarkaupstaður og ég sjálf sér, þetta svo sem ekkert, ég hef aldrei kynnt mér annað en bæjarfulltrúi Akureyrarbæjar, ekki Akureyrarkaupstaðar, þannig að þetta hefur ekkert verið notað, þannig ég sagði eins og Sóley, man ekki hvort hún sagði ræðun hérna en hún sagði við mig í samtali í dag, þetta náttúrulega bara við erum að tala svona nokkurn veginn loka punktinn, það búið að vera að nota Akureyrarbær í öllu okkar umhverfi síðustu áratugina, þannig ég svo sem ég finnst kosninga eða skoðanakönnun ekki vera neitt issue í dag en mér sýnist að menn alltaf sættist á það, þannig að það verður kannski bara, það verður niðurstaðan hér í dag væntanlega og ég bara taka ákvörðun hvað ég gerir þegar kemur atkvæðagreiðslu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst svolítið skemmtileg umræða. Ég þar sem ég hitti fólk þá halda allir við heitum Akureyri, ekki Akureyrarbær eða Akureyrarkaupstaður og flestir vilja við fáum að heita Akureyri og mér svolítið skrítið við látum ekki reyna á það hreinlega fyrir örnefnanefnd því að búið að láta reyna það. En þess að Hilda hennar sagði einmitt áðan að þeir myndu ekki mælast til þess að myndum heita Akureyrarkaupstaður í dag sem er ekki svolítið sérstakt af nefnd sem heitir örnefnanefnd og það nú alltaf verið að leyfa ný og ný nöfn hjá fólki í dag, þannig að þetta mjög skrítið ef við fengjum það ekki í gegn að fara með Akureyri í gegnum þetta. Ef við myndum virkilega láta reyna á það og vildum heita Akureyri. Þannig að mér finnst það alveg meg að fara upp á borðið að reyna að keyra það frekar í gegn, þannig að ég alveg sannfærður um það að 80% íbúa Akureyri myndu vilja heita bara Akureyri. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara rétt aðeins að bregðast við þessu að það er talað sem sagt að því varðandi þessi meginsjónarmið örnefnanefndar og eftir þeim fyrstu skilaboðum í samtali sem er þó ekki lokapunktur svo ég komi að því alveg skýrt á framfæri. Það er náttúrulega örnefnanefnd, hún veitir álit sitt og það er síðan ráðherra sem að lokum tekur ákvörðun. Það sem að rætt var að staðarheiti ættu ekki vera notu, það væri þeirra meginsjónarmið. Það hins vegar væri valkostur að heita þá sveitarfélagið Akureyri eða Akureyrarbær eða þá Akureyrarkaupstaður ef það er alltaf að halda því en ekki það ef það kemur kaupstaðarnafni fram núna þá er ekki mælt með því. Þannig að Akureyri, þetta er kannski stóri munurinn er kannski á því að staðurinn heitir Akureyri og Hrísey og Grímsey, gleymum því ekki. En hið opinbera stjórnsýsluvald
svona megin reglurnar að beri þessa eftirliði, hreppur, sveit, byggð, bær eða borg og staðarheitin séu í rauninni annað mál. En sveitarfélagið Akureyri gæti gengið, þannig að það er að hrannast inn valmöguleikar en það er auðvitað náttúrulega kannski að gera sér grein fyrir því að við þurfum þá að frekar að fresta útfæslunni og velta því líka mitt fyrir okkur kannski eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur bendir á hvað kostar það og svo náttúrulega förum við ekki í könnun ef við ætlum ekki að hlusta á niðurstöðunar, þá getum við alveg sleppt í. Þannig að líka spurningum kostnaðinn, hvort þetta sé akkurat málið sem við viljum fara í og ég tek undir það, við erum auðvitað með starfandi íbúa lýðræðishóp og til þess að íbúa lýðræði og þessi skref séu stigin, þá þarf að hugsa þau svolítið en ekki bara kasta þeim svolítið fram. En já, þannig að Akureyri væri þá líklegra að við fengjum í gegn sveitarfélagið Akureyri. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins, næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Þrissar. Fórstu ágætt bæjarfulltrúar. Ég vil bara koma upp til þess að því að það kom Guðmundur bæjarfulltrúi og svona einhvern veginn velti því upp að skoðanakönnun og kosning væri nú eiginlega bara sama. En ég er bara ekki sammála, en ég veit að ég er samt þannig að eins og ég var að tala íbúakosningar eru bara skoðanakannanir, þetta ætti ekki vera það sama, en það sem ég bara segja er að við eigum að fara fram með þetta undir formerkjunum skoðanakönnun, það sé alveg skýrt að þetta sé skoðanakönnun og líka undir þeim formerkjum að það sé þá á þeim forsendum að eins og ég segi mikill meirihluti, afdráttarlaus vilji meirihluta bæjarbúa og það að því leyti er þetta ólíkt kosningum að segja, við sem að fara með þetta undir þeim formerkjum að þetta sé skoðanakönnun. Þannig ég vildi bara svona skýra það. Það er bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir loki málsins, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, bara aðeins að bregðast við þessu langar að spyrja bara Sólu bæjarfulltrúa vegna sem hún má koma upp 4 sinnum til þess að svara fyrir þetta. Ég velti mér þegar hún segir að það sé meirihluti bæjarbúa sem ef við finnum í skoðanakönnun ætlum við að setja þar í rauninni undir að það verði meirihluti bæjarbúa sem að skal ég segja kjósi þá þetta eða hitt. Að það sé í rauninni við þurfum að binda okkur við það vegna þess að ég bendi bara á að íbúakannanir sem hafa verið gerðar við að það er náttúrulega ekki eins og að sé meirihluti bæjarbúa sem hefur takið þátt í þessum íbúakönnun, þannig ég var að velta yfir mér hvort að við ætlum að setja það og þá erum við í rauninni bara eiginlega kannski að segja að við erum að gera skoðanakönnun sem að takk Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Og talar í síðasta skipti undir þessu lið. Takk fyrir það er ágætt að ég veit að ég stundum ekki alveg nú skýr forseti ágættu bæjarfulltrúar, þannig að það er ágætt að ég lesi upp tillöguna mína sem var svona hálfmótuð þegar ég kom upp og bar hana fram. En ég legg til að málinu verði frestað og undirbúin verði skoðanakönnun á vettvangi íbúagáttar á vef Akureyrarkaupstaðar undir þeim formerkjum að komi fram afdráttarlaus vilji meirihluta íbúa verði tekið mið af honum. Það er það sem ég er að segja, það er þess sem ég er að segja komi í ljós að við séum í tómu tjóni og það sé meirihluti íbúa sem að sé bara þeir eru vitleysingar. Þá er ágætt að fá það fram. En það er svona, því ég vil ekki gera þetta svona keppni, sem kosningar eru oft svona keppni, milli einhvern veginn og að smala á kjörstað og þið þekkið það allt saman. Heldur bara að séu þarna svona heitar skoðanir þetta, nei þið kannast ekki það, þá sé þarna tækifæri til að koma því í gegn. Og það er þess vegna sem ég legg til þetta að við förum undir þessu formerkjum skoðanakönnun en ekki kosninga því að þetta sé öðruvísi, skiljiði. Það er bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við erum semst að fara að halda skoðanakönnun sem er raun kosningar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki málsins, næst orðið er laust.
ég ætla að gera örstutt hlé á fundinum. Við erum aðeins að fá að tala saman. Þannig bara smá 2-3 mínútna hlé. Þá göngum við aftur til dagskrár og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það málinu nú búið að velkja svolítið fyrir okkur en ég ætla að koma með tillögu þar sem ég legg til að málinu verði vísa aftur til bæjarráðs sem stjórnsýslunefnd til frekari útfærslu og afgreiðslu. Eða frekari útfærslu á þessu máli. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig ég orða það, en ég skal senda skriflega tillögu til forseta bara, þetta var að koma upp, þannig ég skal bara klára 1, 2, 3. Takk fyrir það, þá er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þá er svona, þá liggja fyrir fundinum 2 tillögur. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Komið til að þessi tillaga bæjarfulltrúa Guðmundur Baldvins verði samþykkt hérna á eftir, þá myndi ég alveg að leggja til að aðrir bæjarfulltrúar eru þá boðaðir á bæjarráðsfundinn til þess að geta fengið að taka þátt í umræðunum þetta mál. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu. Orðið er laust. Þú búin að senda þetta, Guðmundur? Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég skil ekki alveg við hvað við erum hrætt. Það er ég finn eitthvað svona titring hérna. Þú veist, þessi íbúagátt er eitthvað sem við erum búin að tala um að þróa og nýta og allt það. Þannig að fáið þið kjörimál til þess að setja akkurat í íbúakosningu, undirbúða vel, vísa þessu bara héðan frá og í það ferli að það verið farið í íbúakosningu og þannig að nýta þessi íbúagátt og virkjana þannig að íbúar í bænum raunverulega kynnist þessu nýja umhverfi. Þetta er bara kjörið tækifæri og ég legg til að við hinir fáum eitthvað þetta að segja, þannig að ég legg til að þetta verði afgreitt hér en ekki vísa aftur í bæjarráð. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já. Þið verið að halda utan það sjálf fyrir alvarðin. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski aðeins að því sem að Þórhallur var að koma inn á rétt á hann talaði að það var mikið að vanda sig og það er akkurat það sem ég vil gera með þessu. Þannig tillaga mín bara legg til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekari umræðu útfærslu og sjálfsögðu munum við þegar þetta verður tekið fyrir í bæjarráði aftur að við þurfum að vanda okkur eins og hvað hefur komið það fram að þá munum við bjóða öðrum bæjarfulltrúum að sitja á þeim fundi til þess að taka þátt í umræðu með málið. En til hann er bara legg til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekari umræðu og útfærslu. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þannig að ágætt að búið að breyta bæjarmálasamþykktinni sem komist nú oft upp. Hérna, ég skil ekki alveg af hverju við ættum að vísa þessu inn í bæjarráð þar sem er bara hluti bæjarfulltrúa með atkvæðisrétt, hvort þið er. Og þó að aðri bæjarfulltrúar ætti að koma þar að þá er svona spurning hvernig það verður. Vegna þess að í raun og veru er það sem gerist það að ef að þessi tillaga sem Sóley er búin að leggja hérna fram verður samþykkt, þá þarf bæjarráð að taka þá tillögu til umfjöllunum sem stjórnsýslunefnd bæjarins, fjallum hana, útfæra hana enn frekar og framkvæma. Ég skil ekki alveg hvað á bæjarráð að gera annað en það hvort heldur sem er. Þannig að mér finnst þetta bara að vera spurning það hér
hvort við erum til í að láta þetta reyna eða ei. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem fleiri, næst ekkur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir umræðuna. Ég get bara svarað Þórhalli vinnum mínum við hvað ég hrædd. Og það sem ég hræðist í þessu er bara það að við klúðurum ekki íbúalýðræði, að við förum ekki fram úr okkur, vöndum okkur við undirbúningin og gerum þetta sannarlega. Ef við vöðum að stað og erum ekki búin að hugsa málið til enda, að þá geti við verið að skaða fyrir því sem við viljum gera í íbúalýðræðishópnum okkar og tekið meðvitaðar ákvörðun, því það skiptir svo miklu máli að vanda til verka þegar íbúalýðræði er annars vegar. Og mér finnst allt í lagi og við eigum eftir þessa umræðu, þá vitum við það að við viljum fara með íbúalýðræði sjónarmið inn í umræðinu útfærslu, hún sé kostnaðargreind og nákvæmlega útfærð en ekki tekin á einhverju óðagoti. Þannig að já, það sem ég hræðist, kæri vinur, er að gera, og við höfum séð það of oft gerast, að eitthvað er sett fram undir merkjum íbúalýðræðis, það klúðrast og vantraust skapast og það er ég ekki til í. En ég er alveg til í útfærsluna vandlega með hvernig við viljum fá íbúa til þess að segja okkur hvað þeir vilja og ég er alveg til í að bærin heiti Akureyrar kaupstaður, Akureyrarbær eða hvað sem er svo lengi sem það er bara samræmt og allir vita hvað það er, en útfærslan þarf að vera velgerð og ekki óðagoti. Þess vegna tel ég að við ættum að ræða hana og við ættum að ræða hana öll. Þetta er ekki á endanum það hvort við ætlum að kjósa í bæjarráði með þessum öðrum hættið. Mér finnst alveg sjálfgefið að við ættum að ræða þetta allir bæjarfulltrúar og freka bara að fá niðurstöðu sem að er markviss og vel útfærð og við hefum kannski bara öll átt svolítið að gera það fyrr í staðin fyrir að vera að taka þetta á þessum vettvangi. Við værum komið fram með skýrari skilaboð hvað við vildum gera. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hefur ekki hvart til hljóðs, þá liggja fyrir fundinu 2 tillögur og ég ber fyrir tillöguna því upp, eða þess tillögu bæjarfulltrúa Sóleyjar upp, hún gengur lengra. Heldur þín tillöga? Þú sagðir ekki frestaði? Sagðir ekki frestaði? Já. Ok, ég held að það er bara að vera að fresta þessu eins og þá byrjum við upp tillögu bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvin Guðmundssonar fyrst og hún hljóðaði svo bæjarfulltrúi leggur til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekar umfjöllun og útfærslu. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það eru 1, 2, 3, 4, 5. Þeir sem eru á móti. Það eru 5 og þeir sem sitja hjá. Það er 1. Fellur á jöfnu og þá er borin upp önnur tillaga frá bæjarfulltrúa Sóleyju Björk Stefánsdóttur sem hún leggur til að málinu verði frestað og undirbúin verði skoðanakönnun á vettvangi íbúagáttar og vef Akureyrarkaupstaðar undir þeim formerkjum að komi fram afdráttarlaus vilji meirihluta íbúa verði tekið mið af honum. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það eru 6. Þeir sem eru á móti. Það er engin og 5 sitja hjá. Það er þá samþykkt og þá segir þessum lið lokið